ljósahátíðar athöfn niðri í miðbæ Reykjavíkur og ég fór þarna fyrir slysni, ég var þarna sá einmitt Þorgerði Katrínu fara með ræðu þarna að þá eru örugglega í kringum 10 lögreglubílar. Ég hafi talað örugglega 15 svona sem að virðist vera einhver leyniþjónustumenn sem eru með hérna með í eyranu, eru rosalega vökulir allt umhverfi sitt. Það er annarkvort breytingin að lögreglunar eða lögreglunar bregðast við breytinguna samfélagsins. Þetta er það sem að ég svona, þú veist, við erum að tala um stemningsbreytingu, fólk kannski líka finnur fyrir því. Lögreglan er að gera ráð fyrir ekki bara stemningsbreytingu, heldur samfélagsbreytingu. Og það er alltaf þannig að það verður hryðjuverk og svona gríðarlega alvarleg árás eins og gerðist núna í Ástralíu sem er bara vestrænt samfélag og þjóðfélag. Og ef við sjáum það líka í Evrópu þá bregðumst við, þannig að við aukum viðbúnað. Þannig að þessi ljósátíð sem var bara í vikunni ekki satt, það væri ábyrgðarlaust að lögregla vera ekki með aukin viðbúnað. Þannig að það er það sem að þú ert að sjá þarna. Og þessi leyniþjónustumenn, þetta er nú bara lögreglumenn sem eru í borgaralegum klæðum að fylgjast með svona umferðinni og flæði fólk. En við viljum líka halda áfram að búa í okkar frábæra samfélagi og við viljum ekki að þetta verði einhvers konar lögregluríki að þurfi alltaf bara svona hard power. En ég tel að við erum að reyna að fylgja þessari þróun vel. Ég tel líka að, eins og ég nefndi við þig, bara það sem Úlfar byrjaði hérna 2023 og við höfum haldið áfram og komum til með að halda áfram að vera vakandi á landamærum fyrir einstaklingum sem eru að koma hingað og grípa þá aðila sem að eiga ekkert erindingað og stöðva á strax. Að þessar aðgerðir í sambland við líka að efla í raun ytri landamærin sem að í gangi og svo er ráðherra líka búin að boða ákveðna breytingar eins og varðandi dvalarleyfismálin sem að ég held að sé gríðarlega mikilvægt skref að þá eru að taka stór og mikilvægt skref í að reyna að styrkja kerfið í heild sinni. Nú er ég að tala út frá svona löggæslu sjónarmiði. Þannig að við erum á réttri vegferð, það er mikilvæg umræða í gangi, við þurfum að leyfa þessar umræðu í þessi stað og við erum ófeimin að taka hana, en við þurfum líka að vera vakandi fyrir því að við leyfum ekki, kannski óttanum að taka yfirhöndina? Já, og líka þessi jaðrar sem er að tala hvað hæst vegna þess að enn og aftur, við skulum ekki gleyma því að mikilvægasta skrá lýðveldisins er stjórnarskráin og þar eru gríðarlega mikilvæg réttindi varin og það eru líka réttindi þar sem að tryggja okkur að búa í því frábæra samfélagi sem Ísland hefur verið og viljum varðveita.